halda áfram að skoða React og ég ætla bara aftur að byrja svolítið bara hérna á tómum verkefni og aðeins að byrja núna út frá því að við séum í raun með að setja TypeScript og við setjum að setja upp þetta sem við viljum vera að nota í verkefni 5 og svo í verkefni 6 og í hópverkefni sem þá í raun verkefni 6 og hópverkefni 2 verða þá að við ætlum að nota TypeScript en það ekki krafa í verkefni 5 en þið megið það og ég ætla bara aðeins að tala líka hvað við græðum að því að nota TypeScript þannig að hvað þetta bara eitthvað 23. mars hérna við ætlum að nota bara create React app og þá getum við nota þetta með svona template hérna þannig að við getum keyrt þetta bara upp og þá fáum við bara með TypeScript og það sem er hérna í námsefninu þar sem við fórum aðeins yfir í fyrra og í dæmanum sem við erum með hérna er í raun hvernig við getum notað TypeScript bara sem í raun compiler því að það sem TypeScript þarf að nota er compiler þetta er bara transpiler úr TypeScript yfir í JavaScript og það þarf alltaf að eiga sér stað þessi transpilation skref og til þess að nota það þá erum við með index.ts þar sem við notum ts í staðinn fyrir US og í staðinn fyrir USX erum við nota tsx og þá erum við með eitthvað skref hérna sem að bildar projektið okkar keyrir í raun compilerinn og skrifar þetta út í JavaScript og við getum stillt hann þannig að eins og allir þessi hlutir í öllum þessum tólum okkar þá einhverja leiðir til að stilla þetta og stillingarnar eru svolítið þannig að þegar við erum að nota TypeScript að þá margborgar sig að setja strikt jafnt og true og það eru slekkur á svona hjálpardekkjum sem eru talin vera góð þegar maður er að transitiona úr JavaScript yfir í TypeScript af því að það getur verið svolítið mikið að vera svona sérstaklega maður er ekki að byrja í verkefni með þessu heldur að setja þetta inn á eitthvað verkefni sem er til og þá farið bara óheyrilega mikið af villum af því þú segir bara eitthvað það vantar types á allt af því það er það sem þetta vill setja týpur á öll gögnin sem við erum að vinna með en út af því að við erum að byrja frá grunni að þá viljum við setja með strikt frá byrjun og þá getum við séð núna ef við erum búin að keyra inn þetta create React app með tsconfig þá fáum við þetta hérna og þá sjáum við að strikt er sett hérna og það eru síðan einhverjar fleiri breytur hérna sem að þið getur skoðað og séð hvað þegar eru byrjað að skoða hans TypeScript þá er áhugavert að skoða hvaða svona knobs við getum breytt til þess að sjá hvernig þetta er og síðan getum við sett inn ESLint og ESLint er með hérna bara eins það var alltaf þannig að þetta voru tveir mismunandi linterar það var TSLint og ESLint en TSLint var deprecataður og öll lógíkin var farið yfir í ESLint þannig að ESLint styður bæði JavaScript og TypeScript að linta þannig projekt að það eru mismunandi reglur út af því að þegar þú ert að nota TypeScript og ert að nota týpur að þá eru mismunandi hlutir hvernig þú struktúrar kóðið en þannig ef við byrjum með það saman við það sem við vorum með seinast með create React app og þá erum við ekki lengur með USX heldur TSX sem segir þá þetta er TypeScript skrá sem inniheldur JSX hluti þannig að þetta hérna þessu verður aftur transpælað í þetta tré sem býr til í rauninni þetta React tré og sérum í rauninni að láta þetta allt ganga og lætur í rauninni React þetta virtual DOM og þetta DOM renderinn spýta út síðan einhverju sem verður að HTML, CSS og JavaScript á endanum hérna sjáum við svo sem engar týpur þannig séð og þetta sé nú bara ekkert hérna í projektinu til að byrja með nei en það sem að þetta gerir það fyrir okkur er það að þegar ég er þá með eitthvað fall hérna og ég ætla að segja hérna eitthvað function hello og þetta er eitthvað komponent og hann ætlar að segja hérna bara hello name
og það sem við sjáum þá hérna linterinn ok, hann í lagi hérna og þá erum við komin hérna með þetta að fara að skila einhverju hérna þannig nú erum við implicitly að skila einhverju sem JSX element JSX element í bara eins og element í HTML nema það bara fyrir þetta JSX en svo erum við hérna með name og þá fæ ég núna villu á name og þá kemur hérna parameter name implicitly has an any type þetta eitt af því sem strikt gerir fyrir okkur það leyfir ekki implicit any því að any ein af típunum í TypeScript sem í raun til þess að sé hægt að transition úr JavaScript yfir í TypeScript og any þýðir bara trýta þetta eins og JavaScript bara getur verið hvað sem getur bara verið strengur eða tala eða fall eða whatever þannig þá þurfum við að tilgreina hvað við erum með hérna þá TypeScript að fara að leysa af hólmi það sem að prop types voru að gera ef við skoðum það það að segja hérna hvað kontraktinn á milli þessa components og restarinn á forritinu þannig þá þarf ég ekki lengur að vera með eitthvað hérna sem segir hello.proptypes eitthvað heldur þetta fer allt bara í gegnum type systemi hérna þannig þá segir ég hérna hello tekum við hérna argumentinu name og það þarf að vera strengur og þá þýðir það hérna að ég get sett inn hello svona þá fæ ég villu hér segir í raun að þetta hérna not assignable to type string þannig að það vantar í raun það vantar típu name string is not assignable to type string nú áhugavert hvað jú, þetta á að vera þetta props, akkurat þannig þetta í raun ef við ætlum að setja þetta í falli en núna að þegar við erum að gera þetta sem element þá verðum við að taka þetta inn hérna og þá þetta hérna akkurat props breytan sem að geti heitið það en hérna vaninn svo að við deconstructum þetta úr props og þá kemur það þannig að við getum ekki gert svona til þess að fá típunar heldur þurfum við fyrir objekta að tilgreina annan objekt sem típuna þar sem við endurtökum heitin á lyklunum og gefum þeim þar típu þannig að þá erum við að segja hérna að name eitthvað sem verður þá props.name það strengur og þá í raun hérna þetta komið og núna segjum við þetta og þá kemur name is missing in type tómiliturinn but required in type name string þannig að þá fáum við þessa villu frá TypeScript sem segir hérna þetta segir þú verður að senda name, það ekki name, þetta villa þannig að þá þetta bara að fara að haga eins og þú þurfum að fóra þetta í Java og þetta með eitthvað sem að þið sendið ekki inn rétt gildi eða þið sleppið því að senda inn eitthvað í föll eða hluti og þá compilerinn sem að fara að stoppa okkur á einhverju tímapunkti í því að láta þetta í raun compila þannig að núna ef við keyrum þetta á stað starta hérna kemur þetta upp og svo seifa ég þá fæ ég villuna hér þannig að þannig þetta bara að stoppa mig beint út bara í því að forritið mitt keyri þannig að þannig erum við að fá þessar strict typing inn í JavaScript í gegnum TypeScript og það það sem að TypeScript bara gerir bara bæta við típum og þetta stór kostur og í raun að fjarlægja svona klaufavillur og alls konar svona hugsanavillur stundum það hvernig við erum að setja upp og vinna forritinu okkar þetta tekur við strengi, þetta tekur við tölur eða þetta tekur við hlut sem á að vera með property sem með streng og svo framvegis þannig að ég ætla bara að nota þetta og þið getið þá nota þetta áfram og ég mæli með því að byrja að nota þetta því að þetta svona þetta lítur ekkert svakalega svona skeri út en hérna maður getur lent í alveg afskaplega svona áhugaverðum villum frá typing kerfinu þegar maður að reyna að týpa hlutuna það bara gott að byrja bara rólega og svona hægt og rólega taka þetta inn og fara svo að skoða svona aðra hluti sem þetta að gera það sem oft gert hérna í raun að þetta tekið og gert props hérna og kallaði eitthvað hello props eða eitthvað svoleiðis og búið þá til í raun típan sem standalone típa
sem þá svona, ég segi hérna ég ætla að búa til típu, hún heitir props, þá setjum við jafnmerki hérna og síðan koma típunar hérna inn. Þannig að þetta jafngilt því og við vorum með þetta áðan, nema núna erum við komið með nefnda típu fyrir propsin á þessum komponent. Og síðan verður þetta þannig að við getum kompósað þessu saman í bara hluti og hlutir eru þannig að allir hlutirnir okkar verða típaðir í gegnum alla komponentkeðjun okkar. En þetta gott að blessað, en núna ef við gerum eitthvað eins og hérna við verðum að gera í verkefni 5 þar sem við erum með eitthvað svona einhverja síður og við erum bara að hugsa okkur, við erum bara að búa til eitthvað sem bara eins og svona venjulegu vefur sem bara með einhverja forsíðu og hann með einhverja umsíðu og hann með einhverju starfsfólki eða whatever og sem ofta tíðum í raun bara verkefni okkar svona dagstælega í vefforritum. Í stundum erum við að búa til eitthvað svona produkt en ofta tíðum sérstaklega í svona eins og ég aðalega í sem svona client services þar sem við bara vinnum hjá fyrirtæki. Það fyrirtæki vinnur bara við það að selja út tíma til viðskiptavina sem vilja fá einhverja vefi. Þannig að það kemur bara einhver inn, segir við viljum fá vef eða kemur einhver til ykkar, heyrðu þið voru að klára vefforritun, getið ekki búið til vef hérna fyrir þetta, félagið, búðina, einstaklingin, frambjóðandan, whatever. Og þá þetta í raun oft bara þannig að við þurfum þá bara að byrja því að segja ok, hvernig ætlum við að búa til í raun eitthvað veftré og eitthvað hönnun og það sem við fórum aðeins yfir í vefforritun 1, hvernig erum við í raun að hanna vefinn. En síðan í raun þurfum við að setja hann upp og þá þetta sama við erum búin að vera gera með Express. Við þurfum einhvern veginn að geta rátað fyrirspurnunum. Þannig að þegar ég fer inn á forsíðuna þá birtist það sem á að vera á forsíðunni, þegar ég fer eitthvað annað þá kemur eitthvað annað. Og það sem í raun notað í React React Router svona stærsta verkefni þar og hann kemur nú frekar seint niðri og hann í raun komin hérna í útgáfu 6. Þetta búið að vera svona verkefni sem búið á svona 2 ára fresti núna seinustu 10 ár búið að reinventa sig og finna út nýja og betri leið til þess að búa til routing og eru búin að vera svona leiðandi í því að búa til svona dýnamíska routing þar sem þú ert ekki bara að hugsa ef við ferum á /about þá birti ég about síðuna heldur þetta /about og jafnvel síðan eitthvað svona about us, eitthvað about product eitthvað þannig að þú ert að ráta líka dýnamist inn í síðunni þannig að þú ert í rauninni að birta eftir því hvað rátið mismunandi hluti á mismunandi stöðum í síðunni þannig að rátin ekki bara svona eitthvað top level heldur alveg niður í að vera bara niður í eitthvað ákveð á síðunni við förum svo sem ekkert mikið inn í það en við ætlum að setja þetta upp svona sem þetta basic router dæmi og þá getum við bara installa þessu eins og öðrum pakkum og setjum þetta upp hérna hjá okkur og það sem síðan áhugavert við það að sama teymi í raun búið að búa til fyrirtæki hérna sem heitir Remix, ég veit ekki hvað fyrirtæki heitir nákvæmlega en í raun með nýja New Kid on the Block sem Remix sem svona ný leið til þess að smíða þessi verkefni sem þá í raun svona á sama pari og hérna Next.js og Create React App þannig að Remix svona framework eða svona start eða svona já síðan í raun það sem þarf að gera hérna og það sem þetta í raun að þú ert að setja utan appið okkar þú ert að setja eitthvað sem encompassar allt þetta sem við erum að fara að vinna með og það sem þetta í raun að gera baka tjöldin að nota React Context sem leið til þess að láta React tréð okkar geta sérað steiti á milli mismunandi parta. Þannig að ég hérna á einhverju komponent sem hérna birta starfsmann og hann þarf að vita hérna ég í dark theme og þá get ég spurt kontekstið í staðinn fyrir að þurfa að senda props í gegnum allt tréð alla leiðina niður. Og að sama skapi fyrir innskráningu eða einhverju svona aðra hluti sem þurfa að vera svona global state yfir allt appið okkar, þá getum við notað þetta kontekst. Þannig að við setjum þetta upp, þá setjum við þetta ekki upp
hér, þar sem við erum í raun að horfa á þetta sem svona appið eða svona forritið okkar, heldur erum við að setja þetta þá yfirleitt í eitthvað svona byrjunar stað þar sem við erum í raun að vinna með vinna með svona uppsetninguna og stillinguna á forritinu okkar. Þannig þá setjum við þetta inn hérna og þá segir hérna, nú getur við nota React Router hvað sem þú vilt. Opna app.js og skipta út þessu hér fyrir eitthvað sem eru eitthvað rát. Þá getur við búið til síðan þessi rát, þannig að þessar síður. Þá er þetta hérna orðin einhver heimasíðan, homepageið mitt og svo kemur hérna einhver about síða. Þetta er svona bara að leysa þá þetta grunn routing verkefni. Að ég get þá farið inn á, ég get sagt path / eitthvað og / about og ég fæ þá mismunandi content eftir því hvað ég bið og þá er þetta oft þannig að það er búið til eitthvað svona pages sem er í raun bara eins og við erum að setja þetta upp í hérna í Next.js síðan þar sem er samt önnur tækni notuð, en ef við bara höldum þessu svona, við færum í raun bara stelum þessu frá þeim hérna, setjum þetta hér, þá exportum við þessu, fáum hérna link hérna og þá er linkurinn að koma frá React Router líka og það sem hann er að gera er í raun að tengja saman þennan router sem við erum að setja upp við browser historyinu. Þannig ef ég fer inn á einhverja síðu og ég linka og ég fer tilbaka, þá get ég ít á backtakan eða ég get gert back eitthvað og það viðheld svona navigation stakkur sem ég byrja á síðunni, ég fer inn á einhverja síðu, svo poppa ég stakkinu og það er komin fyrir í síðu. Og þarna fylgja svona áhugaverð verkefni sem að hvernig veit ég hversu langt ég búin að skrolla niður á síðunni, hvernig veit ég hvernig ég á að skrolla upp á síðunni og þetta er ekki ennþá orðið jafn vel leyst og þetta er bara svona default í browserum. En eru svona verkefni sem að þessi routerar er að sjá um. Þannig að þá erum við búin að gera þetta hérna redundant og við viljum fá eitthvað svona þá er breytingin hérna frá því úr 5 í 6 er hérna komið routes utan þetta hétt annað, ég man ekki náttúrulega hvað það var hérna, en svo getum við bara importað þessum síðum okkar og við getum listað og þá erum við komin hérna og þá getum við farið á about, svo getum við farið tilbaka og það sem er að gerast núna er að við erum með algjörlega client-side routing sem þýðir það að vefurinn okkar er í raun ekki neitt hérna. Það er ekkert að renderast út í grunninn þegar við opnum einhverja síðu. Heldur er í raun React appið að keyra algjörlega á clientnum og búa í raun til tréð inn í þessu root og skipta því út þegar við förum hérna milli. Þannig að við erum með hérna þetta á about síðunni, svo fyrir ég home og þá er skiptir hún út í raun bara þessu og er þá í raun að teikna upp þetta nýja tré og er að rendera það út fyrir þessa síðu. Og þetta í raun leyfir okkur bara að setja upp síðan eins og við viljum síður og síður undir síðu og ég get verið með annan router undir about sem er þá að ráta inn á einhverja ákveðna hluti þar undir og bara eins og verkefnið okkar krefst þess að við séum að byggja þetta upp. En ef við tökum aðeins til í þessu og tökum aðeins út hérna og hugsun núna aðeins hérna, ok, nú viljum við kannski setja inn eitthvað meira og setjum inn hérna líka eitthvað kontekst þar sem við getum byggt aðeins svona á þetta til þess að fá einhverja tilfinningu fyrir því og það er eitthvað sem við ætlum að nota síðan í verkefni 5 og þetta kontekst er sem sagt að leyfa okkur að senda gögnin á milli ekki
foreldri til barns eða barns til foreldris, heldur bara hvar sem hvaða nóða sem getur tengst hvaða nóða sem í gegnum þetta kontekst. Þannig þetta bara shared state sem hluti geta optað inn í og náð í gögn úr. Og þetta var lengi vel svona erfitt að setja þetta upp og svona þurfti alltaf einhver auka tól, og þá var Redux mikið notað og þetta fylgir svona hugsunarhætti sem Flow sem svona Facebook á sínum tíma þegar gaf út React og svo tala þetta að gögnin renna niður, actionirnar fara upp og við erum alltaf að re-rendera allt tréð okkar. Þannig að þá ertu með í Redux þetta pælinga með þú ert með store og storeið geymir í global state eða bara state fyrir appið þitt. Af því að það í það sem þetta verður svona áhugavert og það sem að React skín svolítið þegar við erum í ekki bara að pöðra út einhverjum svona statískum skjám, heldur erum við að búa til forrit sem í miklu dýnamískari og geta verið að gera ákveðna hluti eins og að reikna eitthvað út. Þú ert með einhverja reiknivél og hún getur verið að birta mismunandi hlutir eftir hvað mismunandi state og það náttúrulega bara þetta í forritunni yfir höfuð, bara manage a state, það flókið og þaðan koma flestar villurnar og flest vesenið í öllum forritunum okkar. Hvernig viljum við halda utan stöðun á forritunum okkar, hvað þetta minnsta state sem við getum haldið utanum til þess að geta representa mismunandi hluti í forritunum okkar. Þannig að meikar þetta router og þetta context sense. Við erum svo sem ekki búin að skoða það en ég ætla að taka dæmi bara hér sem svona þægilegt, þar sem við erum bara með eitthvað theme. Þetta svona mjög klassískt, þar sem þú ert með einhvern vef og þú ert með eitthvað þema og það náttúrulega mikið til svona búið svolítið trend núna að vera með svona dark theme og light theme og svo kom í ljós að þú ert með dark theme, þá var það ekki bara spurning að inverta öllum litunum, þá verður þetta yfirleitt ekki sérstaklega nothæft. Það til dæmis á GitHub, ef við erum með alvöru dark theme þá verður þetta miklu dimmra, en ég með svona low contrast dark theme sem mjög mun þægilega og þá get ég farið á einhverjum stað í ég get farið í settings og ég get farið og appearance og ég get breytt þímu. Þannig að þetta var ekki alltaf í svona mörg en þetta kom inn. Þannig að núna þetta dark dimmed, svo high contrast sem betra og dark default sem svona, verður þetta aðeins og svo þetta bara hérna ég að gera einhverja breytingu og breytingin á sér stað samstundis og það þá þetta að þetta bara breytt einhvern veginn og svo get ég synkað þetta við systemið og þá pikkar hann bara upp hvað gefið á stýrikerfinu mínu og þá það annarkvort night eða day svona. Þannig allavega, hafa þetta var og þetta eitthvað sem oft leyst með svona konteksti. Annað sem gert þýðingar, þannig ég með vefinn á íslensku og svo get ég ítt á lesa á ensku og þá skipti ég bara út fyrir íslenska texta minn enska textanum og vefurinn þýðist jafnóðum. Og svo svona þriðja use case sem yfirleitt nota fyrir innskráningu. Ég skráum inn og hvaða komponent sem getur spurt ég innskráður eða ekki, þegar ég vil kannski vil ég segja hæ nafn eða eitthvað, en ef ég ekki loggaður inn þá vil ég bara ekkert yfir höfuð birta þennan part af vefnum. Og þá þetta þannig að þetta svona einhver provider sem provider þessu konteksti. Við getum verið með marga providera, þannig að við getum tekið bara þetta í heild sinni og sett inn þá fáum við aftur, nú fáum við eitthvað svona, nú erum við fann að tala það að við erum með eitthvað efni, þannig að við erum með eitthvað sem þarf að týpa þegar við erum taka inn einhver children og þá getum við sett theme provider props, við getum byrjað bara á því að búa til týpuna fyrir þetta
og segjum bara children React JSX element JSX.element svona og síðan exportum við þessu, svo tökum við theme provider og þá erum við aftur að rappa núna í index og aftur að rappa forritið okkar í þessu nýja konteksti. Þannig við erum þá það aftur hérna svona þá erum við búin að setja aftur utan þetta. Við erum búin að hjúpa allt forritið okkar í þessu, þannig að allt forritið okkar hefur aðgang að þessu. Af því að appið okkar sem hérna exportað úr þessu appi bara, þetta bara hlutré þarna sem að verður síðan renderað inn í þessum provider. Þannig svo lengi sem hann þarna, þá geta aðrir hlutir þarna inni spurt kontekstið hvað er staðin. Og hér höfum við möguleika á því að setja inn bara það sem við viljum. Og oft á tíðum þetta svona, við notum þetta bara til að halda utan einhverja stöðu. Þannig hérna ætlum við að halda utan þetta þema og erum þá að nota hérna useState til þess að halda utan þá stöðu, bara hvert þemað. Og síðan exportum við einhverjum upplýsingum og því þá exporta hérna, við ætlum að exporta hvað núverandi þema sem þá bara lesið úr hérna þessari state breytu hér og síðan erum við að exporta falli sem að breytir þá þemanu og við erum að segja það bara hægt að vera með dark eða light og einu sem við getum gert bara sviss á milli. Við getum ekki sett explicitly í eitthvað þema. En það gæti alveg verið þannig að við værum með líka set dark og þá erum við explicitly að setja þetta. Þetta bara spurning hvernig viljum við hanna API-ið á þessu hjá okkur. Og þá getum við sett þetta og síðan þá þegar við hérna setjum þetta appi hérna að þá erum við með þetta hérna að við notum þetta kontekst. Við þýðir þá það að inn í fallinu erum við að nota þennan context hook. Þá það þetta sem að þessir hookar í React, það sem að byrja allir á use eitthvað, use state, use ref, use context, use effect og þeir fá þá vísun í þetta kontekst sem hérna og þá erum við búin að búa til þetta kontekst sem heldur utan hérna þessa vísun og hérna búin til þessi provider og þetta það sem að vírar þetta saman þessi hérna breyta. Providerinn hengdur í hana eða exportar tré sem að allt appið okkar inn í og þegar við segjum þetta hérna að við exportum þessari falli sem þetta kontekst og þá þetta vísi í það hér og þá fær þetta theme kontekst hérna og þá sjáum við þessa típu hérna að við fáum þá aðganga að theme og toggle theme. Þannig að við getum sagt hérna current theme theme context.theme og þá sjáum við að það dark hérna og síðan getum við búið til eitthvað hérna sem að væri þá theme toggler eða eitthvað svoleiðis og þá væri þá þessi takki sem að getur þá svona þá ætlum við að búa til hérna components og þá erum við aftur hérna með props sem við þurfum að laga importum þessu sem svona þá segjum við propsin okkar eru hérna og þá þurfum við að segja þau eru hérna, þau eru children, þau eru bara þetta JSX element og svo erum við með onClick og þá kemur núna, ok, nú erum við með eitthvað fall sem á að keyra
þá getum við skoða hérna og þá þetta innan button hefur einhverja típu hér. Núna ef ég command klikka hérna þá fer ég hérna og þá sé ég typing definitionin fyrir React í heild sinni og þá þetta hérna index.d.ts og þá þetta skjal sem að exporta öllum típum fyrir allt API-lagið fyrir React. Þannig ég get notfært mér það að það sé vel típað og ég get þá sagt hérna að þetta mouse event handler fyrir HTML button element og ég get þá sagt hérna að þetta onClick og það kemur einhver event og hann af þessari típu hérna og skilar void, skilar engu, það ekkert skilagildi úr því að taka við. En nú sjáum við að nú eitthvað hérna einhver vandræði á típunum okkar, ég kom aðeins yfir, en ef við skoðum þetta þá núna compilerinn að kvarta og segja heyrðu, þetta passar ekki, þú ert með einhver típu hér, ég býst við þessar típu hér og þetta er ekki það sama, þannig að þarna þurfum við að samræma okkur og við þurfum bara að finna út í hvað þetta en þetta oft á tíðum ekkert sérstaklega læsilegt, þannig að við erum sérstaklega ekki þegar maður með þetta svona og maður fer aðeins út á og þá er maður bara einhvern veginn búinn að missa allt kontekst. Þannig að hérna eitthvað detailed HTML props button eitthvað og grunninn þetta hérna is not assignable to mouse event handler HTML button element og þá getum við farið að skoða betur hvað hérna hvað búist við hérna og við taka okkur bara pásu og svo skulum við leysa úr þessu veseni hérna þegar við erum búin að gera en það sem við getum gert á meðan og við finnum ekki út úr þessu að við getum bara sagt any og þá erum við bara að segja ok, við ætlum að leysa út úr þessu en ég ætla bara ekki að gera það núna þannig að við getum sett þetta svona og svo getum við kveikt á warnings í lintindum okkar sem lætur okkur vita af þessu svo við gleymum ekki að leysa þetta síðan á einhverjum tímapunkti en við skulum taka okkur pásu og byrja eftir klukkan 15:55